Pétur Gunnlaugsson, gjör svo vel. Formaður, ágætu félagar. Það eru gildar ástæður fyrir því að lögfesta í stjórnarskrá skyldu stjórnvalds að hlíta tilmælum umboðsmanns. Í fyrsta lagi þá hefur Alþingi vanrækt eftirlitsskyldu sína að þessu leyti. Alþingi skiptir sér ekkert af því hvort að stjórnvöld, framkvæmdarvaldið, virði tilmæli umboðsmanns. Þeir kom ekkert af því. Þannig ég dref verulega í efa hvort að þetta eftirlitshlutverk Alþingis með stjórnsýslunni hafi skilað tilætluðum árangri. Í öðru lagi þá það réttlætismál fyrir einstakling sem leitar réttar síns og leitar til umboðsmanns og umboðsmaður kemst að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslan hefur brotið gegn þeim einstaklingi, að stjórnvaldið virði þá niðurstöðu. Og á hinn bóginn þá verðum að hafa í huga að borgararnir og stjórnvöld hafa stjórnarskrárvarin rétt til þess að bera ágreiningsmál undir dómstóla og það geta náttúrulega stjórnvöld gert í þessu tilfelli ef þau sætta sig ekki við tilmæli umboðsmanns. Þannig að hér ekkert verið að víkja frá eða að gera umboðsmann að einhvers konar ígildi dómstóls. Hann gengur frá sínu áliti og tilmælum og það almennu reglur sem gilda stjórnvöld sem hafa úrskurðarvald, þar sem að ræða ákvörðun sem að bindur borgarana, að slíkum ákvörðunum þetta hægt að skjóta til stjórnvalda, eins með umboðsmann í þessu tilfelli. Þetta eru nauðsynlegar breytingar á þessu fyrir almenning, til þess að almenning getur leita til þessa mikilvæga embættis og búist og treyst því að þegar að niðurstaða liggur fyrir, þá virði stjórnvöld á Íslandi niðurstöðuna. Takk fyrir.